Það Samsung Mobile á Íslandi sem færir þér spursmál. Veldu frelsi með Samsung. Komið sæl og velkomin í spursmál. Ég býð ykkur velkomin hér í annan þáttinn okkar og vil byrja á því að þakka fyrir. Það er frábæru viðtökur sem við fengum við þættinum í liðinni vikum. Hann gefur okkur byr í seglin til áframhaldandi útsendinga hér úr hádegismóum. Við fáum hingað eftir til okkar góðan gest, Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar. Við ætlum að spyrja hana út í stöðuna á vinnumarkaðnum og hvaða líkur hún telur á því að samningar náist á nýju ári. Það verður sannarlega spennandi spjall. En það margt sem hefur gengið á í íslensku samfélagi þessa vikuna eins og oft endranær. Við sáum til dæmis könnunina frá PISA sem mælir námsárangur nemenda í öllum OECD-ríkjónum. Ísland fær hreina og klára falleinkunnar og það aðeins Grikkir sem standa sig verr en við. Eistar og Finnar tróna á toppnum og sitt sýnis hverjum. Ýmsir hafa bent á það að niðurfelling samræmdra prófa árið 2009 eigi sinn þátt í þessu, aðrir benda á snjallsímanotkun og ég rifja upp ummæli gamals kennara míns í Vestló sem sagði að ABBA-tækin, reiknivélarnar og símarnir væri að gera okkur að vittleysingum. Það eru atriði sem við ætlum að ræða hér á eftir í fréttum vikunar og fara yfir. Annað stórt mál sem tröllríður umræðunni svona í tengslum við COP28 fundin sem við ræddum í síðustu viku eru orkuskiptin og orkuframboð á Íslandi. Því að núna hefur ráðherra komið fram í þinginu með frumvarp sem gefur orkumálastjóra tækifæri eða vald til þess að úthluta raforku með öðrum hætti heldur en lög hafa gert ráð fyrir hingað til. Á sama tíma eru liðsmenn VG inn í þinginu að leggja áherslu á að við þrengjum möguleika bænda og annarra aðila sem vilja byggja upp smávirkjanir til þess að byggja upp einmitt þá þjónustu hringinn í kringum landið og tengja inn á landsnetið. Framsóknarflokkurinn hefur nýverið eða fyrir á sama þingi lagt fram frumvarp sem einmitt gengur í aðra átt og maður spyr sig, eru stjórnarflokkarnir samstíga í því að auka orkuöflun á landinu einmitt í þeim tilgangi að koma á orkuskiptum sem svo mjög kallað eftir vegna þeirra loftslagsbreytinga sem vofa yfir okkur. Við fórum líka yfir það í blaðinu hjá okkur fyrir vikunni hvernig listamannalaunum háttað þetta árið. Það eru 1600 mánuður sem hefur verið úthlutað til listamanna í ólíkum greinum. Það jafngildi því að ríkið haldi uppi 133 listamönnum allt árið kring. Það til viðbótar við þá listamenn sem starfa hjá ýmsum stofnunum, hálfopinberum og opinberum á borð við Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, Sinfóníuna, Íslenska dansflokkinn og þannig mætti áfram telja. Munurinn á því fólki og þeim sem þykja listamannalaunin sá að það lítil eftirfylgni með því hvernig þessum launum varið, það að segja hvað kemur út úr því. Og það má sömuleiðis spyrja sig á þessum tímapunkti hvort að fjármunur ríkisins sé vel varið í kerfi af þessu tagi sem verðlaunar ekki þá sem skara fram úr, heldur þá sem eru duglegir að sækja En við ætlum ekki að hafa þennan inngang lengri. Hér innan nokkura sekúndna verða sest í settið hjá mér þau Áslaug Hulda Jónsdóttir sem aðstoðarmaður ráðherra og Björn Brynjólfur Björnsson sem hagfræðingur og þau ætla að ræða þessar fréttir vikunar og kannski einhverjar fleiri til á næstu mínútum. Herragarðurinn klæðir þig vel. Nóa Comfort. Gott að gefa, himneskt að þiggja. Jólagjafa hugmyndir veiðifólksins og vinsælu netgjafabréfin í stærstu veiðibúð landsins. Opið núna. Veiðihornið.is. Velkomin aftur að skjánum. Við erum komin hér með tvo mjög góða gesti til að ræða fréttir vikunar. Það eru þau Áslaug Hulda Jónsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra og Björn Brynjólfur Björnsson, hagfræðingur. Ég ætla eiginlega að byrja því að varpa boltanau til þín, Björn. Þú eiginlega hingað komin út af grein sem þú skrifaðir árið 2009 og annarri grein sem þú skrifaðir núna bara í vikunni þessa nýju PISA-könnun sem getum við ekki sagt að sé hreint út sagt áfall fyrir íslenskt menntakerfi. Jú, árið 2009 skrifaði ég grein með Sindra vinum mínum og við vorum þá í menntaskóla og þá átti að leggja niður samræmd próf í grunnskólum
og leggja þau niður í þeirri mynd að það átti að hætta að notast við þau við inngöngu í framhaldsskóla og fela niðurstöðurnar. Það að segja, prófin eru ennþá en þau sjást hvergi og eru notuð hvergi. Þannig að okkar mati eru þau lögð niður í reynd. Og við vöruðum við þessu og við sögðum að þetta myndi leiða þrennt af sér. Í fyrsta lagi myndi þetta búa til kennarasleikjur af því að núna snúast einkunnir hegðun en ekki námsárangur. Það að segja hversu vel kennarunum líkar við þig. Í öðru lagi býr þetta til gettóvæðingu vegna þess að grunnskólar núna ef þú fæðist í hverfi þar sem grunnskólinn með lagan námsárangur þá kemstu ekki í framhaldsskóla eigin vali óháð námsárangri. Þannig að börn hafa ekki tækifæri lengur allstaðar á landinu. Til þess að vinna sig upp eiginlega innan menntakerfisins. Já, þú getur ekki náð áfram á veruleikum lengur í þessu kerfi. Og í þriðja lagi býr þetta til svona kapphlaupa botnin eða einkunnaverðbólgu. Það að segja grunnskólarnir, þeir vilja draga úr námskröfum hjá sínum nemendum til að koma þeim inn í bestu framhaldsskólan og gefa þeim hæstu einkunnar. Þannig að þeir eru raun og verið að koma nemendum verðbúnum inn í betri framhaldsskóla? Já, í raun. Og þetta við vöruðum við þessu þrennu og það sem við vorum að nefna í greininni í gær bara því miður hefur allt þetta þrennt reynst vera rétt. Bara frá því að við afnámum samræmdu prófin 2009 hefur námsárangur íslenska grunnskólabarna legið beint niður á við og bara ár eftir ár hrakar námsárangurnum samkvæmt PISA og við höfum engin önnur gögn til að styðjast við. Áslaug, þú hefur nú haft ýmsa svona tengipunkta við menntakerfið, meðal annars verið í forystu Hjallastefnunnar. Við skoðum þessa niðurstöðu núna. Það aðeins eitt ríki innan OECD sem að skora lægri en við, Grikkland, á meðan að þjóðir á borð við Finna og Eista tróna þarna á toppinum. Fólk ekki í áfalli yfir þessu niðurstöðu? Við eigum að vera í gríðarlegu áfalli og það er bara neyðarástand held ég. Þetta er mjög alvarleg staða sem við erum komin í, en þetta er samt þróun sem við séð langt skeið. Ekki verið brugðist við? Já, ekki verið brugðist við þessu, rétt, og við erum bara höldum áfram í frjálsu falli og það er kannski ekki hægt að komast mikið neðar. En það sem er kannski góða við þetta loksins eru menntamálin komin á dagskrá, því það hefur ekkert verið rætt menntamál á Íslandi finnst mér í allt of langan tíma. Þannig ég vona að þessi umræða haldi áfram og þetta er ekki eitthvað við þessari stöðu, dugar ekki einhver skyndilausn eða eitthvað eitt átak. Þetta er risastórt verkefni, það sem allir þurfa að koma að. Og svona mjög sammála og góð grein hjá ykkur og ég töff að geta vitnaði sjálfan sig eitthvað hérna síðan maður var 14 ára eða hvað sem þetta var. Það var alls gott í gott. Já, menntakerfið hefur ekki algjörlega brugðist. Nei, en menntakerfið til miður hefur ekki breyst nóg. Þeir fóru í gegnum samræmdu prófin. Nákvæmlega. Það er reyndar rétt. Nákvæmlega. En það sem kannski líka alveg við þetta er að svo fá skólarnir og sveitarfélögin ekki að sjá niðurstöðurnar og samanburðinn. Þannig að hvernig getum við breytt og lagað og bætt þegar við vitum ekki hvar við stöndum. Þegar við erum með einhverja mælikvarða sem við þurfum að taka, við erum að byggja ákvarðanir og breytingar út frá tölum og gögnum. Og þegar við höfum ekki slíkar upplýsingar, hvernig eigum við að bregðast við? Þannig að ég held að það að samanburðurinn og þessar niðurstöður liggi ekki fyrir skólana, finnst mér mjög alvarlegt. Þetta hangir í því að viðkvæmni því að segja já, en við viljum kannski að þetta getur komið mjög illa út fyrir ákveðna skóla, þar sem að kannski samsetning í hverfinu er erfiðari, það eru fleiri innflytjendur, þá hefur við bara að adressa það og segja þetta er skóli sem stendur illa vígi og við þurfum þá bara að styðja betur við hann og gera eitthvað betra. Í stað þess að draga fjöður yfir málið. Það er þannig og það sem að gerist líka og ég held að sé einn galli líka í íslensku menntakerfi að það er allt of einsleitt. Og þegar að skólar eru þar, að það eru bara einhverjir hverfamúrar og þú færð bara alltaf nemendur í áskrift, enginn veit hvernig skólinn stendur sig í raun, þá lendum við á þessum stað. Nú sagt að það sé ekki að það stjórna hlutum nema að geta mælt þá og þetta er nú eitt af þeim dæmum. Einhverjir segja að það sé ofur einföldun að kenna niðurfellingu samræmdu prófuna þarna frá 2009 þetta eitt og sér, menn tala skjátímanotkun, snjallsímavæðinguna innan skólana og fólk verið skipta svolítið í horn eftir þessu og horfa kannski á málin einangur og krefjast þess að lausnin sé ein og hinn sama. Þið nefnið þessari grein, Björn Brynjólfur, samræmdu prófin. Heldur að ef við myndum taka þau upp aftur í einn og annarri mynd að það myndi strax eða fljótt breyta stöðunni til batnaðar? Að mínum mati þessar ástæður eins og snjallsímavæðing, enskuvæðing og aðrar sem hafa verið nefndar eru bara, fyrir mér eru þetta ástæður sem eiga alveg jafn vel við í hinum OECD-ríkjunum. Og ef að, eins og bara í hagfræðinni þá horfum maður á reynir maður að finna náttúrulega tilraunir í samfélögum
til að reyna að átta sig á orsakasamhengi því að það svo erfitt að aðgreina fylgni og orsakasamhengi. Og það sem hefur breyst á Íslandi, stærsta breytingin, þessi aflagning samræmdaprófa árið 2009 á meðan sambærileg breyting átti sér ekki stað annars staðar. Og OECD-ríkin standi í stað síðan og Ísland fer niður. Þannig að í mínum huga þetta algjörlega orsakasamhengi augljóst, annars náttúrulega sögðu við fyrirfram að þetta myndi gerast og í öðru lagi þá hefur þetta gerst nákvæmlega með þeim hætti. Þannig ég held að það sé stærsta orsökin og við ættum að taka þau aftur upp fyrir framhaldsskólaintöku og birta niðurstöðu niður á einstaka grunnskóla. Menntamálastofnun hefur hafnað beiðni skóla þetta bæði 2018 og 2022 könnuninni. Að menn bara, þessi krafist að menn séu í myrkri hvað varðar niðurstöðu einstakra skóla. Já, fíllinn í herbygginu hérna samtök kennara. Þau börðust fyrir niðurlagningu samræmdaprófa. Þau börðust gegn því að niðurstöður samræmdaprófa væru birtar upp úr aldamótum. Og Kennarasamband Íslands sem með 7 forseta og stóra skrifstofu eru risastór hagsmunasamtök. Þau ráða bara eiginlega öllu í menntakerfinu og það þýðir að menntakerfi á Íslandi snýst ekki nemendur, það snýst kennara. Og þetta snýst allt að verja það að þetta verði ekki of erfitt eða óþægilegt fyrir kennara til dæmis í skólum sem koma illa út þegar kemur að námsárangri. Þetta sérhlífni? Ég held að þetta sé mjög flókið og margir þættir sem koma þarna að og ég held til dæmis eitt sem við þurfum að skoða hvernig við erum að nýta kennsludagana hjá börnunum. Og ef við skoðum til dæmis rýnum í þessa OECD-niðurstöður, þá sjáum við til dæmis að afburðahæfni í stærðfræði svona afburðahæfni mælist 9% í OECD-löndunum, 8% á Norðurlöndunum, 5% á Íslandi. Og svo í gær skoðaði ég stundaskrá hjá stúlku í Reykjavík í 8. bekk. Hvernig lítur stundaskrá út af því ég kom með svo gömul börn? Og hún var í 1 eða 2 stundir á viku í smíði eða heimilisfræði, hún var 1 stund í sundi, 1 til 2 í íþróttum, hún var í smíði, heimilisfræði, myndmennt, tónlist, þetta voru samtals 10 tímar af svona sem bara gott að það sé eitthvað skapandi og virkni. Hún var 3 tíma í stærðfræði. Þannig við þurfum líka að skoða, hvað erum við að gera, hvernig erum við að nýta kennsludaginn, á hvað er lögð áhersla. Og þá er ég ekki að segja að hætta með sund og dönsku og heimilisfræði, tónlist og allt þetta, en við þurfum að hugsa hvert er hlutfallið og hvert er jafnvægið og svo þurfum við líka að hugsa gæði kennslunar. Hvernig er kennaramenntunin? Ég meina við erum með sveitarfélög á Íslandi þar sem helmingur starfsfólk grunnskólans eru leiðbeinendur og oft leiðbeinendur með litla menntun. Nú hafa sérfræðingar bent á það að það hafi verið mistök í raun að lengja háskólanám kennara. Nú þurfa allir kennarar, hvort sem það eru grunnskólakennarar eða leikskólakennarar að sitja á skólabekki í háskóla í 5 ár. Er það ekki megin ástæða þess að við erum með fáa faglærða einstaklinga á þessu sviði? Ég held að við þurfum þetta er margþætt af því að svo erum við líka, þeir sem að fara í þessa menntun og til dæmis bara síðustu ár, að fólk sem er að mennta sig sem grunnskólakennari fer inn í grunnskólana, það stoppar þar mjög stutt við. Og við þurfum að hugsa, af hverju er það? Það er geggjað að vera kennari. Þetta á að vera frábært starf og það er æðislegt að vinna með ungu fólki og þannig að okkur vantar, við þurfum að rýna það ekki bara menntunin, heldur líka hvernig er umhverfið, hvernig fáum við gott fólk, hvernig höldum við því. Svo vantar okkur meiri svona sérfræði þekking og dýpri þekkingu starfsfólks á ákveðnum námsefnum og þegar við vorum að tala lestur, náttúrufræði, stærðfræði og þessar mikilvægu greinar. Ég held við fáum þetta ekki í núverandi kerfi af því að það er búið að semja þannig sem fórista kennara og stjórnvöld hafa samið þannig að kennari sem kemur inn sem nýr kennari í dag er með mjög lág og léleg laun. En ef þú ert með háan lífaldur og háan starfsaldur þá hækkar launin miklu meira. Þannig að þetta snýst aldrei framistöðu eða hvernig þú stendur í starfi. Þetta snýst alltaf að hafa verið lengi í starfinu. Og á sama tíma gerði fórustakennarana kröfu að lengja námið til að verða kennari. Þannig að þú þarft núna 4 ára háskólanám og 1 árs starfsnám til að fá mjög lág laun. Og hver vill þetta? Þú býr náttúrulega til mjög vont kerfi, að þú býr til kerfi þar sem þú velurnar bara þá sem hafa verið lengi en ekki þá sem vilja koma inn. Þú velurnar þá bæði með hærri launum og minna vinnuframlagi? Já, allavega minni kröfum. Hverjar eru kröfurnar í þessu kerfi? Það eru engar kröfur til nemenda og það eru engar kröfur til kennara. Og auðvitað er þetta niðurstaða. Er þetta ekki bara notalegt? Og það hefur líka verið rosa tregða í kerfinu okkar, bara menntakerfinu í heild og öllum skólastigum til einhverja framþróunar breytingar og við erum rosalega föst í kjarasamningum. Og bæði þegar ég var með framkvæmdastjóri í Hjallastefnunnar og líka í sveitarfélögum í bæjarstjórn, þegar maður var einhverja tilraun til að breyta, gera aðeins öðruvísi samninga þó að kennararnir væru með í liði, það var bara alltaf stopp, það var alltaf satt stopp. Þannig að ég held að það sé hluti af vandamálinu að við erum svo einsleitt
og það líka hluti af vandamálinu þetta eru svona einsleitt að allir eru settir í sama box. Það má enginn skara fram úr, því það allir að vera, það má enginn vera of seinn, og þannig að allir verða bara einhverju meðalmennsku og það slæmt fyrir alla. En segðu mér eitt áslega því að þú ert nú inn í stjórnkerfinu, djúpt inn í stjórnkerfinu í dag. Einhverjar líkur á að Menntamálastofnun og ráðuneyti þessara mála muni spyrna núna við fótum og gera þær breytingar sem þar til? Verður ekki bara sama móðin eins og alltaf? Nei, ég held að það verði breytingar. Staðan orðið það alvarleg að menn get ekki annað en brugðist við. En ég vona að okkur hlotnist að það verði ekki eitthvað að koma með eitthvað hérna, þetta bara reddað, við ætlum bara að byrja í janúar á nýju átaki og við verðum bara góð. Því við munum ekki verða eitthvað miklu betri í næstu mælingum PISA. Og þetta langtíma markmið, en ég búin að, kennarasambandið, ég hef alveg oft haft skoðun á þeim, en mér finnst tónninn hjá þeim vera núna, það viljið þar til að breyta og gera eitthvað. Ég hef trúið að gerist eitthvað, en það þarf allir að koma að borðinu. En það eru bröðið því að kennarar kalli núna bara eftir að við hættum að taka þátt í þessari könnun, að það sé lausnin á vandarum. Björn Brynjólfur, heldur þú að það geti gerst að kennarasambandið og svona þessi mikilvæga sveit fólks, kennarana, muni bregðast við með jákvæðum hætti? Sko tónninn þegar samrædduprófin fóru að koma illa út, sérstaklega fyrir einstaka skóla, var að þetta væri nú hrikalega gölluð próf og mjög léleg. En þú veist, þannig að það kemur í ljós eitthvað svona gildismat. Þú veist, ég sá einn skólastjóri grunnskóla segja í Facebook-hópi Menntamál í gær að þetta væri frábær niðurstaða í PISA af því að börnum líði svo vel. Já. Og í fyrsta lagi getur ekki mælt hvort börnum líði vel með einhverju huglægri spurningu. Þú veist, það fer eftir hvernig orðin eru þýdd og bara... En börnum líður allavega vel ef þau kunna ekki að lesa? Þau kunna ekki að lesa og við erum við ekki með eitthvað Evrópumet í notkun geðlyfja á börnum. Þú veist, ef við reynum að nota einhverja svona huglægari mælikvarða á velíðan barna, þá ég ekki að sjá að það hefur verið neinn árangur af því að afnema samrædduprófin. Og líka bara talandi líðan barna. Þú veist, þegar við búum á þessum tíma þar sem að upplýsingaflæði, upplýsingaóreiða, það verður aldrei verið mér þörf á gagnrýni hugsun og við getum svona fundið okkar innri rödd og áttavit og lesið okkur til gagns. Þá bara mjög alvarleg staða þegar að lesskilningurinn svona lítill. Því að lesskilningur ekkert annað en að geta túlkað og tjáð skoðanir sínar og komið og mynda sér skoðanir. Þannig að þetta bara rosalega alvarlegt, ekki bara eitthvað út frá menntun, heldur bara í því að vera hluti af samfélaginu, taka þátt, tjá skoðanir sínar. Þú veist, þetta er risastórt alvarlegt mál. Þetta bara versta, fyrir mér þetta bara versta svona versta svið á Íslandi í dag. Ég meina, það mikið rætt heilbrigðiskerfið, en við erum með mjög háan lífaldur og við erum með frábæran árangur þegar kemur á sjúkdómum og meðferðum. Þannig að við getum haft okkar skoðanir á heilbrigðiskerfinu, en árangurinn góður í alþjóðlegu samhengi. En árangurinn af grunnskólakerfinu bara sá versti. Hann gæti ekki verið verri. Og ég svo saman, að því að gleym heldur ekki, þetta efnahagsmál. Því að ef við verðum hér þjóð, því að þetta allt, þú veist, krökkum sem gengur illa í grunnskóla, þeim mun ekki heldur allt bara fara að ganga rosalega vel í framhaldsskóla og hvað þau skili sér í háskóla. Og þegar við erum komin þangað, þá þessu bara upp á verðmætasköpun þjóðarinnar, upp á bara bara hvernig samfélag við erum að stefna í að verða. Akkurat. Það eru fleiri mál sem hafa komið upp í vikunni sem að eðlilega brenna á þjóðinu og varða mikilsverða hagsmuni okkar, en þar virðist eins vera með hlutina bara. Þeir eru í klessu, orkumál á Íslandi eru núna í brennandi epli, ekki bara út á orkuskiptum, heldur út á orkuskorti. Hvernig horfir þetta við ykkur þegar þið heyrið bæði ráðamenn, forstjóra Landsvirkjunar og aðra ræða þetta og við stöndum allt í einu frammi fyrir því að það ekki einu svona hægt að byggja upp nýjan iðnað í landinu út af rafmagnsleysi? Ég vil bara segja, maður varð hissa búandi hér í þessar auðlindir og hvaða landi við búum á, þá bara að þetta væri ekki bara uppselt heldur yfirselt. Og þannig að menn segja já, þetta verði bara mjög alvarlegt ástand næstu 2 árin. En auðvitað þarf þá að hugsa hinna megin hvað er framboðið. Þetta breytist ekkert nema framboðið verður aukið. Og það verður þá að leysa þetta á eftirspurnarhliðinni með því að setja einn embættismann í það að skammta orku. Og talandi samanburð og gagnsæi, þá þarf nú kannski líka að hugsa það hvernig að þessi aðeins opinbera varðandi verð og annað sem að getur sagt manni kannski ýmislegt. Hvernig horfir þetta við hagfræðingnum? Já, í þessu finnst mér sporin aðeins ræða á Íslandi. Þegar ég man bara þegar ég var alast upp þá vorum við að virkja og selja þá raforku mjög ódýrt til erlendra aðila og mér finnst alltaf mjög vont ef við erum að selja okkur ódýrt og ég sá ummælið núna hjá orkumálaráðherra þar sem hann leggst alfarið gegn sæstreng af því að það sé ekki margt ódýrt á Íslandi en hann vilja orkan sé ódýr. Og ég hef engan áhuga að fara í virkjanir eða óafturkræf náttúruspjöll og selja síðan þá orku ódýrt.
það bara mjög óspennandi framtíðarsýn fyrir mér. Þú vilt selja orkuna þá líka á hærra verði til almennings? Já, bara tvímælalaust. Ég meina, þetta er eins og með fisk. Við vorum með ódýra ýsu á Íslandi og það var svona matur, þeirra sem átti ekki mikið á milli handana og síðan fórum við að flytja hann út og hann var mjög dýr, líka á Íslandi, en við höfðum það svo miklu betra, við áttum auðvelt með að kaupa hann áfram. Þannig að vilja takmarka útflutning á auðlindum eða halda verðina þeim lágum, það bara populismi eins og í Argentínu. Þau til dæmis takmarka útflutning á nautakjöti til að halda verðinu lágu heima fyrir og það eru alltaf mistök að búa til svona hömlur. Það býr bara til verri lífskjör. En heldur að við getum komið okkur út úr þessu vanda án þess að virkja, miðað við til þess bara kröfurnar sem núna eru uppi orkuskipti og að við sjáum bara síldarbræðslurnar og loðnubræðslurnar, jafnvel önnur iðnfyrirtæki að horfa upp á það að þurfa að brenna milljónum lítra af dísilolíu til þess að geta haldið starfseminni gangandi. Já, ég meina, þessir aðilar náttúrulega keyptu skerðanlega orku, og þau kaupa hana tvennum ástæðum, annars vegar vegna þess að hún er ódýrari og hins vegar vegna þess að óskerðanlega orka er ekki krítísk fyrir þeirra starfsemi, þau geta nota orku með öðrum hætti. Þannig að allavega með þessum Landsvirkjun hefur sagt, þá er bara verið að skerða skerðanlega orku. Þannig að það er ekki við erum ekki í því ástandi að það sé ekki hægt að afhenda forgangsorku. En frumvarp ráðherra sem núna liggur fyrir þinginu, sem veitir orkumálastjóri heimild til þess, að breyta landslæginu talsvert. Já, ég þekki ekki nógu vel þetta frumvarp, ég sá bara umsögn SI og auðvitað hljómar þetta skringilega að afhenda að færa okkur úr samkeppnismarkaði í rauninni með sölu á raforku í það að stjórnvöld fara að útdeila þessum gæðum. Það hljómar eins og mikil afturför. Við viljum auðvitað að þetta sé frjálst. Ég held að verði allavega stuð á þinginu þegar þetta verður. Það er stuð á þinginu, en þá spyr maður líka, að nú ert þú inn í þessari kreðsu, starfar fyrir ráðherra eins flokksins sem kemur að stjórnarsamstarfinu. Geta þessi flokkar náð saman í þessum málum? Er ekki himinn og haf á milli, sérstaklega Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að spurningunni orkuöflun og hreinlega rafstrengja lagningu og annað í þeim dúr? Stuttasvarið jú, það verður mjög flókið. Já. Heldur að menn náðu er þetta máli sem að mun sprengja ríkisstjórnina og koma til Ég bara átta mig á því. Ég held þetta ríkisstjórnin springi nú ekki en ég held þetta verði ekki auðvelt. Það er bara pattstaða, er það ekki? Já, sem oft vont, því þegar það er pattstaða þá gerist ekki neitt. Skilur, það bara allt stopp. En mér vantar skilning á því að af hverju er þessi andstaða við fleiri virkjanir? Það er að því að við stóðum okkur ekki alveg nógu vel í því upphafi. Það er miklu betra núna er miklu betri arðsemi með Landsvirkjun, við erum að sjá arð fyrir þjóðina af þess því að nýta þessar virkjanir. Við líka gerðum þetta að setja, að það er allt undir og þú ert með allt og stórt verkefni svo ramma, þú þarft líka að búta hlutina niður Maður borðar einn bit í einu Akkúrat. Það er kannski hluti af vandamálinu líka, þess vegna hefur þetta tekið svona langa tíma og verið svona flókið. Þetta er stórt mál eins og PISA-könnunin. Ég hef gert það hér í síðasta þætti og ætla að gera það aftur núna að varpa til eitthvað spurningunum það hver verður stóra fréttin í næstu viku. Við viljum líka setjast í spámannsstólinn hér. Já, ég vona að stóra fréttin í næstu viku verði áfram PISA og menntakerfið okkar. Því að ég held að þetta er það stórt og mikilvægt verkefni að ég vona að stóra fréttin í næstu viku og nýju ári verði áfram menntakerfi á Íslandi sem við verðum að gera. Það verðum að gera. Við bara skuldum börnunum okkar að gera betur. Það er kjarasamningagerðin framundan, það er fjárlagagerðin framundan. Munið þetta ekki bara kafna inn í umræðum? Ég vona ekki. Ég ætla að vera bjartsýn. Ég vona að auðvitað munið þetta minnka, en ég vona allavega umræðan haldi áfram og það verði gerðið eitthvað framtíðarplön og hlutinum verði breytt. Hver er stóra frétt næstu viku? Ég gleymdi kristalskúlunni Svona ég held að það er svo erfitt að spá fyrir hluti og sérstaklega að spá fyrir framtíðina. En já, ég er svona að vona kannski eru verðbólgutölur í næstu. Ég man ekki hvort það er næstu eða þar næstu. Ég fylgist alltaf mjög spennt með því og þetta vona ég að það fara á réttan kjöl. Það er í rauninni búið að vera svona ansi erfitt ástand í efnahagsmálum hérna. Og ég vona svona að það fara að komast á kjölinn eins og er búið að gerast svona komið í betri farfi í öðrum ríkjum. Nú hafa greiningaraðilar verið að halda því fram í hálfum hljóðum að það sé jafnvel hætta á enn frekari vaxtahækkunum hér á landi. Haldið að það sé mikil stemning fyrir því inn í nýja árið? Fyrir mér eru vaxtahækkanirnar bara afleiðing. Orsökin er á vinnumarkaðnum og það er í ríkisfjármálunum. Og það eru stóru póstarnir sem við þurfum að passa betur. Það er ekki, menn benda alltaf á Seðlabankann en hann er í rauninni bara
Hann að sýna okkur afleiðingarnar. Seðlabankinn stýrir ekki raunverulegum vöxtum í hagkerfinu. Við gerum það með opinberum fjármálum og launahækkunum. Kannski verður stórfréttir í næstu viku þú og Sólveig Anna, ef hún er að koma hérna eftir vinnumarkaðslöggjöfin og flókið kjarasamningsumhverfi og allt og mörg stéttarfélög og kannski verður það bara það verður fróðlegt. Það verður fróðlegt. Spörsmál eru og verður þetta alltaf á milli tannan og fólki en við skulum vona að það verður kannski einhver önnur stærri mál en nákvæmlega það. Að því að Björn Brynjólfur býður upp í þennan dans með ríkisfjármálin. Manni finnst nú ekki mikill burður í því sem þið eruð að gera hjá framkvæmdavaldinu varðandi niðurskurð. Það er ekkert slegið af hjá listamönnum í listamannalaunum og ríkisútvarpið belgist bara áfram út og þið eru að verða... Ég er bara starfsmaður, ég er bara jólakúla. Já, þið eru í þeim hópi sem heldur áfram að þenja út kerfið. Já, báknið er bara orðið allt of stórt og við höfum ekki staðið okkur vel og þá jafnt ríki og sveitarfélögin og það er bara... Hvenær ætlið þið að byrja að standa ykkur vel? Já, ég vona að það byrji bara... Er það þegar PISA fer að ganga betur? Kannski þurfum við að mennta þjóðina betur. Ég held að það er margt sem á að gera þar betur. Já. Þetta eru forvitnileg og stór mál, gaman að leita í ykkar rann í þessa þekkingu. Vonandi verða greinarnar fleiri þessi mál frá ykkur Sindra Stephensen, Áslaug Hulda Jónsdóttir, Björn Brynjólfur Björnsson. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í spursmál að þessu sinni. Takk. Þá er ekki meira á vettvangi frétta vikunar hér, en við verðum hér eftir augnablik með góðan gest, Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar. Toyota BZ4X er nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Freedom. Ég kom út gluggann inn í nóttina þar sem jólin bíða þín. Húsasmiðjan og Blómavall. Velkomin aftur að skjánum, áhorfendur góður hér í spursmálum. Hingað er komin góður gestur, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Hún var kjörin formaður þessa risastóra stéttarfélags árið 2018, gegndi því til ársloka 2021 þegar hún sagði af sér, en náði svo endurkjöri aftur í byrjun árs 2022. Það hefur sannarlega gustað hana eiginlega allan þennan tíma og ekki ósennilegt að það gera það áfram í kjarasamningaviðræðunum sem núna er að ná hápunkti. Við erum komið með hana hér í setti og ætlum að ræða við hana þessi mál og önnur næsta hálftíman eða svo. Velkomin Sólveig. Takk fyrir. Við vindum okkur kannski bara beint í þessa stöðu sem uppi komið núna. Það eru örfáar vikur sem að lifa af þessum samningum sem að gerðir voru til skamms tíma. Getur upplýst okkur það bara hver staðan er? Er einhverja líkur á því að það náist samkomulag milli aðallega vinnumarkaðarins á þessum stutta tíma? Ég skal upplýsa það sem ég get upplýst á þessum tímapunkti. Samningarnir renna út 31. janúar. Mér finnst afskaplega ósennilegt að samningar verði komnir niður njörfaðir áður en að það gerist. En ég held að sé aftur á móti mjög mikill vilji til þess hjá þeim aðilum sem að koma að þessum kjarasamningum að vinna hratt að því að góðir samningar náist. Þannig að þú ert bjartsýn? Ég reynir nú alltaf að vera bjartsýn og ég ætla að segja að þessum tímapunkti þá held ég ennþá í þá mjög raunverulegu von að þetta gangi upp hjá okkur og þá er ég þetta fyrst og fremst að vísa til möguleikans á því að alþýðusambandsfélögin fari sameinuð fram í þessa kjarasamninga. Það er það sem ég hef viljað núna og talað fyrir á vettvangi alþýðusambandsins frá því snemma í haust, að við komum okkur saman, myndum bandalag, sækjum fram, byggjum á módeli lífskjara samningsins og náum að undirrita góða langtíma samninga. Hver er kröfugerðin ykkar? Hvað viljið þið fá út frá atvinnurekendum hvað varðar launaliðin, sem er þetta stóra málið? Góð spurning. Við stillum þessu þannig upp og þarna erum ég og félagar mínir í Eflingu nokkurn veginn á sama máli og Vilhjálmur Birgisson, þó að það séu einhverjir áherslupunktar sem við erum kannski ekki alveg sammála að það eigi að fara leið krónutöluhækkana og það er það sem við meinum þegar við segjum að það er byggja á módeli lífskjarasamningsins. Eins og margir muna og mögulega þá voru það góðir kjarasamningar. Þeir voru nokkuð hófstilltir
Þeir færðu lagslaunaðasta fólkinu vegna þess að það voru krónutölusamningar, langmestu kaupmáttar aukninguna. Það kom til dæmis konur mjög vel út og þeir gerðu það að verkum að hægt var að lækka vexti. Það voru góð forsendu ákveði í þeim. Einnig, sögum þess hvernig þeir voru uppbyggðir, gerðu þeir það að verkum að stjórnvöld voru mjög viljug að koma að borðinu. Gerðu það að auðvitað voru ekki öll loforð efnd en stjórnvöld komu með það byrja 80 milljarða þarna að. En hverjir eiga krónutöluhækkanirnar að vera fyrst að áherslan er á þeim? Ég ætla ekki að ræða það núna vegna þess að nú er framundan eftir helgi 2 daga vinnutörn hjá félögunum sem að koma að Alþýðusambandinu til þess að reyna að komast að þeirri niðurstöðu. Hvað getum við sameinast þegar að þeir dagar eru liðnir þá kemur það í ljós hvort það tekst. Hvort það tekst ekki, ef það tekst, þá er tímabært til þess að fara að ræða þá hluti með opinskari hætti. En þið eru að gera kröfu á sveitarfélögin og ríkið að þeir haldi aftur af gjaldskrárhækkunum. Hvernig getið þið gert kröfu á stjórnvöld að þau taki ákveðnar ákvarðanir þegar þau eru í algjörum myrkri? Að þeir virðist eins og hópurinn ykkar líka það hver raunveruleg krafa verður hjá ykkur á borðinu? Já, ég myndi nú ekki segja að eflingarfélagar sem að taka þátt í starfi félagsins í algjöru myrkri. Ég og stjórn fundum þetta mjög þétt og ræðum aðallega kjaramál. Einnig fundum við í trúnaðarráði og í samninganefnd félagsins. Þannig að það eru mjög virkar, líflegar og lýðræðislegar umræður þar. En já, ég meina þetta er bara ágætt spurning. En sá tónn sem ég hef reynt að senda út í samfélagið og hef gert markvisst, sá tónn sem ég hef líka sendt til samtaka atvinnulífsins og annarra þessi og það er auðvitað ekkert erfitt að ráða í hvað þetta þýðir. Ég er að vísa í þá kjarasamninga sem voru gerðir árið 2019. Fyrsta árs hækkunin þar var hófstillt og þetta voru samningar sem að drógu úr líkunum á því að það yrði mikið launaskrið, höfrungahlaup og svo framvegis. Þannig að það má vel vera að fólk upplifi sig í myrkrinu en það eru nú ansi margar vísbendingar á lofti það hvað við viljum. Eru stjórnvöld upplýst það hvar þessar kröfur liggja? Því ég er að velta fyrir mér réttmæti þess að stilla stjórnvöldum upp við vegg ákveðnar aðgerðir, hvað varðar tekjuöflunar möguleika þeirra, þegar að ekki liggur fyrir, hvað verður lagt á borðið af ykkar hálfu? Já, ég sjálf er ekki í miklum samskiptum við stjórnvöld. Það eru þetta forseti Alþýðusambandsins sem leiðir þau samskipti að mestu. Hefur hann upplýst stjórnvöld þetta? Við eigum eftir að leggja lokahönd á það hvað við viljum. En þá ætla ég þó að segja að vinnan er langt komin innan Alþýðusambandsins á þeim vettvangi. Efnahags- og skattanefnd hefur skilað tillögum sem að snýra því að bæta verulega í tilfærslukerfin svo að við getum sannarlega sagst búa hér í norrænu velferðarsamfélagi. En er ekki ósanngjarnt að gera þessa kröfu á stjórnvöld þegar þið sjálf vitið ekki hverjar ykkar kröfur verða? Þetta eru samningar milli ykkar og atvinnurekenda en ekki samningar ríkisins við atvinnurekendur við ykkur? Ekki réttlátt að stilla því upp þannig að við vitum ekki hverjar okkar kröfur eru. Við vitum það sannarlega þó ég sé ekki tilbúin hér á þessum tímapunkti. Þú segir að það líka ekki fyrir hverjar þær eru. Til þess að nákvæmlega hverjar þær eru. En svo ég heldur bara áfram að lýsa þeirri vinnu sem þegar hefur átt sér stað. Hún er ágæt, hún snýr að tilfærslukerfunum eins og ég var að segja, hún snýr líka að húsnæðismálum. Þú spyrir það hvort við séum ósanngjörn, hvort við ætlum að stilla stjórnvöldum upp í vegg. Ég lít ekki á það svoleiðis. Það eru miklir hagsmunir hjá stjórnvöldum undir að það náist góðir kjarasamningar. Og svo ætli ég þá að fá að nefna hér vegna þess að það er bara mikilvægt að komi fram þegar að málefni launafólks eru rædd og þegar talað við mig sem formann Eflingar að fólk sé meðvitað þá stöðu sem að ríkir í lífi Eflingar fólks vegna þess að hún er alls ekki góð og þar bera stjórnvöld gríðar mikla ábyrgð vegna þess að Efling hefur náð góðum kjarasamningum 2019, svo náðum við mjög góðum kjarasamningum 2020 við opinbera. Kaupmáttur eins og ég var að segja áðan, lægstlaunuðustu hópana, hann jókst mest en vegna til dæmis ástandsins á húsnæðismarkaði hefur það þó átt sér stað að lífskjör þessa fólks, vinnuafls höfuðborgarsvæðisins, þeirra sem að knýja hér áfram hagvöxtinn og halda stórum hópum upp í vellistingum, lifa við mjög bág kjör. En kaupmáttur þessa fólks hefur aukist á þessu tímabili, allir mælikvarðar sýna það. Ég er einmitt að benda á það að Efling hefur einmitt gert góða kjarasamningar sem hefur aukið kaupmátt en það eru aðrar aðstæður sem að gera það að verkum að þrátt fyrir það hefur tekist þá lifir fólk, risastór hópur Eflingafólks. Kaupmátturinn er mældur út frá þessum aðstæðum?
sýna fram á það að sívaxandi hópur eflingafólks lifir við mjög bágar aðstæður, svo veist þú auðvitað jafnvel að kaupmáttur hefur hrapað og við erum að horfa upp á stærstu kaupmáttarskerðingu að ég held síðan árið 2010 á því skelfilega ári sem að komi í kjölfar hrunsins. Svo vitum við líka bæði hér að staðan á húsnæðismarkaði í Reykjavíkurborg algjörlega ólíðandi. Ég í miklum samskiptum við eflingarfólk og ég í samskiptum við fullvinnandi eflingarkonur sem að halda hér umönnunarkerfunum uppi, vinna jafnvel meir en 100% vinnu en eru samt í þeirri stöðu að geta ekki séð fyrir sér og börnunum sínum. Það vegna þess að valdastéttin, pólitísk valdastétt og auðvitað efnahagslega líka hefur einfaldlega ekki axlað ábyrgð á lífskjörum þessa fólk sem hún auðvitað á að gera. Þeir hafa gert það ekki með því að hækka launin. Þú nefnir verðbólguna sem sameiginlegur óvinur okkar allra og ég held að allir séu sammála að það fílinu stofun sem þarf að takast á við. Á sama tíma segiru og hefur ítrekað hér í viðtalinu að samningarnir frá 2019 hafi verið hóflegir og þú ítrekar allar þessar hækkanir hafi verið það. Nú sjáum við tölur stöðuna frá því júní 2019 og fram í september 2023. Þar hafa laun þíns hóps verkafólks hækkað 48,2%. Hægt að halda þeir fram að hækkun upp á nærri 50% á þessu tímabili, þar sem við meðal annars verið að kljást við heimsfaraldur kórónuveiru, séu hóflegar hækkanir? Þetta ekki einmitt ástæða þess að verðbólgan hefur farið hér úr böndunum? Þú ættir að fá til dæmis Seðlabankastjóra til þess að koma hér í viðtal. Það búið að reyna það? Og já, bara gangi vel, halda fram að reyna og fá hann til þess að lýsa skoðunum sínum á því hvað hann myndi vilja sjá gerast. Ég, eftir að hafa lifað og hræst í þessu umhverfi lengi og eftir að hafa gert þessa kjarasamninga og séð þann árangur sem þar náðist meðal annars í því að lækka vexti, hef fulla trú á því að ef við getum gert okkar sem einmitt að bjóða frið á vinnumarkaði, bjóða það að við séum hér ekki að sækja tilbaka kaupmáttarrýrnun sem hefur átt sér stað, við séum hér ekki að fara fram með mjög stórtækar kröfur á hendur launagreiðenda, að við komum einmitt öll saman að þá getum við byrjað að lækka vexti, þá getum við byrjað að ná verðbólgunni niður í skiptum einmitt fyrir það að ríkisvaldið komi að borðinu með sanngjörnum og eðlilegum hætti til þess aftur af því við viljum væntanlega ekki búa í samfélagi þar sem einmitt stór hópur launafólks vinnuaflsins býr við síverstandi kjör. Við viljum einmitt væntanlega búa í samfélagi þar sem að það fólk líka á tækifæri til þess að sjá fyrir sér og börnum sínum. Og við erum tilbúin í Eflingu og ég vona öll hreyfingin til þess að gera okkar til þess að það verði hægt. Vextir lækkuðu hér fyrst og fremst út af kórónuveirunni og viðbrögðum stjórnvalda til að reyna að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Það er ekki rétt, það var eina forsendunum í kjarasamningunum. Það var eina forsendunum mesta lækkunin var í gegnum kórónuveirufaraldurinn. Að vextir lækkuðu sem að gerðist, ég veit bara ýmislegt þá atburðarás. En þú hefur ekki enn svarað spurningunni sem ég kom með. Finnst þér 48,2% hækkun launa frá 2019 til 2023 vera hófleg hækkun? Mér finnst það góður árangur hjá Eflingu. Finnst þér það hófleg hækkun? Það svo hækkun sem að þurfti að koma til, ég svaraði þannig. Heldur að sú hækkun hafi ekki haft áhrif á verðbólguna eins og hún að raungerast fyrir augunum á okkur núna? Nei, það allt sem bendir til þess að ástæðan fyrir því að verðbólgan eins og hún séu utanaðkomandi aðstæður og séu svo auðvitað líka gróðafýsn fyrirtækjanna sem standa afskaplega vel eins og þú veist og hafa auðvitað velt ýmsu út í verðlagið. Hafa fyrirtæki ekki ástæðu til þess að hækka verð þegar að laun starfsfólks hefur hækkað 50% á þessu tímabili? Það náttúrulega margt sem bendir til þess einmitt að gróði fyrirtækja færi sívaxandi en launakostnaður hann minnki. Þannig að þau standa sannarlega ekki illa og þessi kjarasamningar og ég þess fullviss ef þú myndir ræða við fulltrúa samtaka atvinnulífsins og spurja þau og framkvæmdastjóra samtakanna hvað þau vilji sjá þá það einmitt kjarasamningar sem byggja á módeli lífskjara samningsins. Ég tel það og ég fullviss það. Þú heldur að séu miklar innistæður fyrir því í hagkerfinu sem stendur til þess að halda launahækkunum áfram? Það sannarlega innistæða fyrir því á fyrirtækjunum að hækka laun en það sem að við erum að bjóða. Það mörg fyrirtæki sem berjast í bökkum. Það sem að við erum að bjóða og ég fæ þá bara að koma því að aftur vegna þess að það mjög mikilvægt einmitt að við förum leið flatra krónutölu hækkana sem að tryggir það að svigrúmið og kaupmátturinn kemur til þeirra sem mest þurfa á því að halda, sem að tryggir það að hálaunahóparnir sem að með sínum miklu ráðstöfunartekjum hafa hér auðvitað kynnt verðbólgubálið fái ekki enn meira fé til þess
og með því gerum við okkar til þess að reyna að vinna stöðuleika í okkar efnahagslega umhverfi. En laun þessara hópa sem þú nefnir og talar svona misfallega til, launaskriði hjá þeim hefur verið miklu minna. Við sjáum til þess hjá stjórnendum að við sama tímabil og ég nefni, þar hefur launaskriði hjá þessum hópum verið rétt rúmlega 20%. Já, ég held það er innan við helmingur. Ekki einu sinni þú reynt að halda þig fram að stjórnendur á Íslandi lifi við bákjör. Ég er ekki að halda því fram, ég er að nefna að launaskriðið er miklu minna. Það er bara gott. Það þarf að vera minna launaskrið þar vegna þess að við viljum einmitt reyna að tryggja að hér sé sem minnst misskipting og sem minnst stéttskipting. Hér er mesti jöfnuður í heimi. Það er bara vel gert en það er auðvitað vaxandi fátækt og aftur ætla ég að benda á stöðu eflingarfólks vegna þess að það er mikilvægt að þú og aðrir sem eru að hlusta reyna að meðtaka þær upplýsingar. 50% eflingarkvenna lýsa bágri andlegri heilsu. Það er vegna þess að 66% eflingarkvenna búa við verulegar fjárhagsáhyggjur. 30% hátt í eflingarkvenna eru með að sjá börnum sínum farborða. Og svo mætti lengi áframtelja, húsnæðismálin spila þarna stóran þátt. Þannig að staðan er einfaldlega þannig að já, hér tókst að byggja upp ágætt samfélag, velferðarkerfi. En það miklu breytingar sem hafa átt sér stað á íslensku samfélagi á síðustu árum og áratugum hafa gert það að verkum að hér er stór hópur fullvinnandi fólks sem að býr engu að síður við skert kjör. Það eru þetta baráttu eflingar og það er okkar hlutverk og vinnan mín að reyna að lyfta þessu fólki upp. Það höfum við gert og það ætlum við að halda áfram að gera. Þú hefur tekið harðarslægi í þessum efnum og það er enginn sem held ég að dragi fjöður yfir það. Hins vegar langar mig til að spyrja út í þessi átök sem átt sér stað. Þið voruð í hörðum átökum hér 2019 þegar að flugfélagið WOW féll og vopnin voru slegin úr höndum ykkar og þið sömduð. Aftur í síðustu lotu þar sem að þið klufuð ykkur frá restina verkalýðshreyfingunni, hélduð tilteknum hótelum í gíslingu til þess að reyna að knýja á ykkar kröfur. Hverju hefur þetta skilað? Þegar ég skoða samningana sem að síðan eru undirritaði fyrir ykkar fólk í samanburði við þá samninga sem aðrir höfðu undirritað án þess að efna til þessar átaka og þessar tjóns fyrir efnahagslífið sem að fylgja verkfallsátökum óhjákvæmilega. Er þetta ekki rýr upptekja ykkar megin? Já, ertu þá að tala það sem að gerðist síðast árið, ertu að tala allar samningar sem Efling hefur undirritað? Nei, ég er að tala þessi tilteknu átök sem ég vísa hér. Já, ég skal fjalla þau. Ég ætla fyrst að byrja á því að segja, eins og ég hef hér sagt áður og þreytist ekki á að endurtaka að lífskjarasamningarnir skiluðu góðum árangri fyrir eflingafólk. Þeir samningar sem við gerðum við hið opinbera 2020 skiluðu mjög góðum árangri fyrir eflingafólk. Þau átök sem þar var farið í skiluðu þeim árangri og baráttu vilji og samstæða eflingafólks hefur auðvitað komið þeim áfram. En þið fengur ekki meiri árangur heldur en hins stéttarfélögin sem að sömdu án átaka? 2020 gerðum við það sannarlega. Ég bara hveti til þess að skoða niðurstöður þeirra samninga. Já, ég er búin að gera það. Já, og þá getur ekki fullist það. Það er þá einfaldlega rangt og þú ert þá að lesa eitthvað skakt, þannig þú ert þá að skoða aftur. Til dæmis eru skýrslur kjara tölfræðinefndar. Við sjáum það til þess með hótelþernunar. Við þurfum ekki að lesa okkur til gagns, við þurfum ekki láta fyrirfram ákveðnar skoðanir lekkja okkur. Ég tók samræmt próf og PISA-kannar kom betur út þegar ég var í náminu. Sem gerðist síðasta vetur, þá er það svo að Efling var auðvitað svipt sínum sjálfstæða samningsrétti. Það var auðvitað gróf aðför bara að lýðræðislegum réttindum frjáls fólks í frjálsu samfélagi. Þetta er ekki svar við spurningunni? Þetta er vist svar við spurningunni. Nei, svarið við spurningunni er langt og flókið. Hefur þetta skilað félagsmönnum? Og ég spyr til baráttu Eflingar hefur skilað verulegum árangri. Það sem að gerðist síðast var að við vorum svipt okkar sjálfstæða samningsrétti en þó náðum við auknum árangri fyrir þá hópa sem að lögðu niður störf, hótelþernurnar og bílstjórana. Hótelþernurnar sem að fengu launahækkanir, þær verða ekki búin að vinna upp það tjón sem að varð af verkfallinu og launafalli á þeim tíma fyrir árið 2027. Það er ekki. Það fengu auðvitað greitt úr verkfallssjóði þannig það eru ekki fyrir tjóni þegar baráttu skilaði þetta árangri. Svo er það auðvitað mjög mikilvægt að það komi fram að baráttu Eflingar þó hún snúist fyrst og fremst það að ná efnahagslegum árangri að stækka bitan af kökunni sem að verkafólki á höfuðborgarsvæðinu fær. Þá snýst líka aðra hluti, hún snýst það að opna félagið, hún snýst að sýna og sanna að við getum farið í átök og að vilji félagsfólks er raunverulegur þegar það kemur. Ég tel að á þessum tímapunkti þá séum við búin að sýna og sanna það með afskaplega sterkum, mögulega nægilega sterkum hætti. Þannig að það er frálegt að láta sem svo að þau átök sem að félagið hefur farið í, þær verkfallskostningar sem að boðið hefur verið til, sem að hafa ávallt með afgerandi meirihluta verið samþykktar, hafa ekki skilað árangri. Tölurnar sýna að það tekur langan tíma að vinna upp það tjón sem verður af
þessu tekjufalli fyrir utan tjónið sem að þetta veldur fyrirtækjunum. Það er náttúrulega ekkert að þú skoðar íslenskt hagkerfi, hagtölur sem bendir til þess að þarna hafi eitthvað tjón átt sér stað, ekki neitt. Jú, það er augljóst mál. Ef að fyrirtæki get ekki starfað, þá gerist það. Er það þeirri skoðun að þegar þið lamið fyrirtæki, þannig að þau get ekki haldið upp í starfsemi verða til dæmis að afbóka fólk á hótelum, að það verði ekkert tjón í hagkerfinu vegna þess. Skiljið þið rétt? Nei, þú skiljum ekki rétt. Ég er að segja það að... Þú sagðir að það hafi ekkert tjón orðið af... Ef þú skoðar umhverfið sem við búum inn í núna, þá er ekkert sem bendir til þess að hér hafi orðið eitthvað viðvarandi tjón og það er alls ekkert sem bendir til þess að það er manneskjur sem lögðu fyrir... Ég sagði ekki viðvarandi tjón, ég sagði tjón. Þú ert að leggja mér orðið í munn. Og þú ert auðvitað að draga hér upp mynd af því að róttæk og herska baráttu Eflingar hafi ekki skilað árangri. Hvort að þetta hafi valdið tjóni, ekki viðvarandi tjóni, ertu ekki á þeirri skoðun að þessar aðgerðir hafi valdið fyrirtækjunum tjóni? Ég er á þeirri skoðun að þegar við förum í verkfall þá gerum við það til þess að knýja atvinnurekendur að samningsborðinu til þess að fá betri samninga. Það skilja allir til hvers að farið í verkfall og auðvitað er svo aðgerð gerð til þess að valda tjóni að sjálfsögðu. Þannig að þið ollu tjóni með því? Ég er að segja það að það tjón sem varð, það hefur sannarlega unnist strax. Já, þú getur bara ákveðið að gera þetta. Nei, það er bara spurningin sem ég er að kalla eftir svörum. Að bakka, ég er tilbúin til að svara hverju sem er, þú getur spurt mig að ég skal svara því, en ég ætla þá samt að fá að bakka. Þannig að þú í aðdraganda þess að þú fórst að reyna að pressa mig til þess að segja hér að Efling væri að valda tjóni, þá er það svo og enginn getur haldið öðru fram að barátta Eflingar fyrir sitt félagsfólk og með þátttöku þeirra að öllu leyti hefur skilað því fólki árangri. Þú sjálfur, áður þú fórst á þessa braut, varst að lýsa þig yfir að hækkanirnar hefðu verið 48% sagður? 48,2%. En það eru opinberar tölur. Árangur, mikill árangur. Mér langar til að vitna hér í greinaflokk sem að þú skrifaðir á vefsíðu sem ekki lengur til, Kjarnan, þar sem þú segir, og ég hef eftir þér, eftir að Halldór Benjamín Þorbergsson tók við sem framkvæmdastjóri SA árið 2017, hefur þar hins vegar verið innleidd mikil óbilgirnis og harðlínustefna, þar sem öll gömul heiðursmannasamkomulög eru virt að vettugi og hvert tækifærið er nýtt til að láta reyna á réttindi sem áður var sátt um. Nú Halldór Benjamín farinn út úr jöfnunni og reyndar eins og ríkissáttasemjarinn, það hverfa ýmsir á braut í þessu samfélagi í námunda við ykkur. Hver er afstæðin til nýs framkvæmdastjóra SA? Er þessi harðlínustefna, það sem að heiðursmannasamkomulög eru ekki virt, hvarf hún með Halldóri Benjamín út úr samtökunum? Góð spurning. Ég hef ekki átt í miklum samskiptum við nýjan framkvæmdastjóra, en þau litlu samskipti sem ég hef átt hafa verið afskaplega góð, kann vel við nýjan framkvæmdastjóra. Og eins og ég segja, góð samskipti enn sem komið er. Enn sem komið er. Mér langar líka til að spyrja út í embætti ríkissáttasemjara. Því að eftir viðskipti við þig þá hvarf Aðalsteinn Leifsson úr embætti óvænt. Það er komið nýr ríkissáttasemjari en það bólar ekki á neinni löggjöf sem að breytir valdheimildum embættisins. Ert þú mótfallin því að stjórnvöld á Íslandi færi stöðu embættisins hér heima í svipað horf og við sjáum á öðrum Norðurlöndum? Já, ég er á móti því og ég held að öll íslensk verkalýðshreyfing sé sameinuð í þeirri andstöðu. Af hverju viljið þið norrænt samningsmódel en ekki þennan þátt þess? Af hverju viljum við norrænt samningsmódel? Já. Ég hef ekki sagt vilja norrænt samningsmódel. Þú vilt það ekki? Ég hef ekki sagt vilja það, ég hef hvergi lýst því yfir og ég get ekki lýst því hverjar skoðanir annarra formanna eða forystu fólks í hreyfingunni er á hverju þau byggja andstöðu sína við auknar valdheimildir, þú verður að spyrja þau. Þú vilt ekki að ríkissáttasemjari geti lagt fram miðlunartillögur til þess að höggva á hnúta í deilum milli ykkar? Hann getur lagt fram miðlunartillögur, en það sem hann gerði, sá ríkissáttasemjari sem þá var við völd, var að leggja fram ólöglega miðlunartillögu. Andstaða okkar var gegn því og ég vil ekki auka þær ágætu valdheimildir sem að þegar eru til staðar. Þær eru góðar, það þarf ekkert að auka þær. Við búum í frjálsu lýðræðislegu samfélagi. Þú er semst á þeirri skoðun að ríkissáttasemjari verði að hafa samþykki ykkar fyrir framlagningu miðlunartillögu til að það geti gengið fram? Sagan sýnir auðvitað fram á það að þannig hefur þetta verið gert. Þau vinnubrögð. Viltu að það sé þannig? Er það forsendan? Það er svo forsenda sem ég hef. Og þú vilt að það sé þannig? Ég vil að það sé þannig, að sjálfsögðu. En þá getur hann ekki höggvið á hnútinn ef það er embinhnútur komin upp? Þá auðvitað bara þarf deilan að fá að leysast
með þeim aðferðum Miðlunartillaga ein aðferð til þess? Já, við höfum ekki þurft að leysa deilur með þeim hætti. Við höfum leyst deilur með því að skrifa undir kjarasamning. Deilur hafa verið leystar með lagasetningu á Íslandi, þannig að það er ekki rétt. Það var krafa Eflingar. Eflingarkrafan snerist það að við fengjum að gera okkar sjálfstæða kjarasamning, að við fengjum að viðhalda okkar sjálfstæða rétti til þess að gera það og það auðvitað kom í ljós að rétturinn var okkar megin en ekki embættisins megin. Ég get sagt margar sögur af framkomu embættisins við Eflingu og fæstar góðar. Ég ætla ekki að fara að gera það hér. Kannski skrifa ég einhvern tímann greinaflokk það. Þú getur ekki skrifað á Kjarnan, þú verður að skrifa það næsta. Til þess, já, ég get til dæmis bara að skrifa þann á minn eigin Facebook-vegg, en það önnur saga. Við í Morgunblaðið? Já, mögulega í Morgunblaðið, ef að Morgunblaðið myndi taka við slíkum greinum. Það sem ég ætla að fá að segja þetta að í fyrsta lagi þá held ég að þessi engin samstaða það að valdheimildirnar verði auknar, alls ekki. Ég held að það verði mikill pólitískur órói uppnám ef að slíkt frumvarp nær fram að ganga. Þannig að ég held að það muni ekki ná fram að ganga. En þá ekki embætti ríkissáttasemjara bara gagnslaust? Alls ekki. Ég ætla alls ekki að halda því fram og þrátt fyrir það að við höfum lent í ýmsu samskiptum við embætti, þá hefur líka embættið sýnt að það getur virkað sem það sem það á að gera, sem embætti þar sem að samningsaðilar koma saman og þar sem að lausnamiðuð nálgun er notuð til þess einmitt að gera það verkum að fólk geta undan að skrifa undir samninga. Enda höfum við skrifað undir fjölmargar samninga. Þér lá mjög þungt orð til forseta Alþýðusambandsins þáverandi Drífu Snædal. Hún hrökklaðist líka úr embætti. Það ansi margir sem var hrökklast í burtu í samskiptu við forystu Eflingar þessi árin. Hvernig með Finnbjörn Hermannsson? Á hann sér 7 dagana sæla í samskiptu við ykkur? Er einhver hætt á því að það breytist? Hann á ágætt samskipti við mig. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvernig samskipti hans eru við aðra í þessari hreyfingu. Er talsamband á milli ykkar Vilhjálms Birgissonar? Við Vilhjálmi Birgisson, við tölum saman á fundum og erum yfirleitt sammála flesta hluti þar. Það er ekki trúnaður á milli ykkar? Enda er það svo að þær deilur sem hafa átt sér stað síðustu ár á milli Eflingar og annarra hafa ávallt verið afskaplega málefnalegar deilur. Fólk hefur einfaldlega verið ósammála aðferðir, pólitík. En það ríkir ekki trúnaður á milli ykkar Vilhjálms? Eins og allir vita þá þetta gekk Efling út úr starfsgreinasambandinu. Það er ekki trúnaður á milli ykkar? Átök sem fylgdu því. Ég og Vilhjálmur Birgisson við tölum saman á fundum, þar tölum við oftar en ekki einu máli. Við getum haft þetta já og nei spurningu, ríkir trúnaður á milli ykkar Vilhjálms Birgisson? Ég tel að það geti ríkt trúnaður á milli okkar. En gerir það ekki núna? Ég tel að þegar að því kemur, þegar að það liggur fyrir hvernig fólk ætlar sér að fara fram í þessa kjarasamninga, sameinað eða sundrað, þá geti komist niðurstaða þá og ég tel að sú niðurstaða geti verið góð og jákvæð. Mér langar vegna þess að við höfum ekki fengið í settið hér áður til þess að ræða önnur mál sem að kannski hefur finnst aðeins yfir að undanförnu. Það eru samskiptin við starfsfólk Eflingar þáverandi. Þið rákuð starfsfólk, mann og annan og á tímabili sögðu upp öllu starfsfólki þegar við fengið okkur dóma í íslenska dómskerfinu verið dæmt til þess að greiða bætur. Dómarar hafa lýst því yfir að þið berið ábyrgð á veikindum fólks sem að koma upp í kjölfar samskipta við ykkur. Hvernig er það fyrir forystumann í verkalýðshreyfingu að vera með slíka dóma á bakinu? Já, það veldur mér engu hugarangri, alls ekki. Engu hugarangri? Engur hugarangri. Þó að fólk hafi orðið fyrir veikindum vegna samskipta við ykkur? Ég get sagt mína sögu af öllu því sem að þarna átt sér stað, hef nú reynt að gera það með málefnalegum og heiðarlegum hætti. Þetta er niðurstaða dómstóla? Já, niðurstaða dómstóla má vera svona. Þetta er ekki mín sýn. Ég fellst ekki á þessa niðurstöðu. Ég er ósammála henni að öllu leyti. Þannig að þú varst sátt við? Það voru átök inn á skrifstofum Eflingar, það voru pólitísk átök, það voru átök stefnu, hvernig ætti að fara, hver ætti að stýra félaginu, hvort það ætti að vera lýðræðislega kjörin forysta sem ég til að sé rétt, forysta sem að félagsfólk valdi og treysti og hefur sýnst núna að ítrekka að svo eða hvort að starfsfólkið ætti að stýra. En finnst þér rétt vinnubrögð að reka fólk og vísa því á dyr af vinnustað sem það hefur verið á í áratugi fyrir framan samstarfsfólk sitt? Já, ég bara eins og ég segi, þetta voru þau vinnubrögð sem ég vann eftir. Ég sé ekki eftir neinu og ég er ósammála að öllu leyti niðurstöðum dómstóla þarna. Er það rétt? Ég er svo sannarlega ekki svo eina manneskja í þessu samfélagi eða öðrum sem hef þurft að sitja í gegnum furðulegt dómshald og þurft svo að horfast í augu við einhverja ósanngjarna niðurstöðu.
Nei. Það bara mín afstaða. En er það rétt sem að ég fengið að ég held staðfest að eftir að þið komið og tókuðu fórust í félaginu að þið hafi komið ykkur upp sérstakri skrifstofaðstöðu annar staðar í húsinu hjá Eflingu? Góður. Það er brjálsemi að halda þessu fram og því miður það svo. Voruð þið ekki með aðstöðu annars staðar í húsinu sem annars starfsfólk hafði ekki aðgang að? Það sjálfsög ekki. Guð minn góður. Hvers konar bull þetta og það er ótrúlegt að ég þurfi á þessum tímapunkti ennþá að vera að reyna að hrekja. Við viljum fá svör við þessum spurningum sem eðlilegt er. Já, ég að svara þessu og þetta alrangt. Efling, bara svo ég færi þá að útskýra þetta eins leiðinlegt og fáránlegt og það hlýtur nú að vera fyrir þá sem eru að horfa á þetta sem vilja væntanlega frekar fjalla kjaramálin og svo framvegis. Þetta eru mál sem skipta sannarlega máli. Þá að Efling á næstum því 50% í Guðrúnartúni sem stundum hefur verið kallað skrifstofuvirkið. Já, stór og glæsileg bygging. Við getum verið á 3. hæðinni og við erum með aðstöðu 4. hæðinni. Þetta eru hæðir sem við nýtum, gerðum þá og gerum nú. Að einhver hafi verið að reyna að loka sig af brjálsemi að halda fram rangt, lygar og rópurður. Það eru orð þetta fólk sem að ég ætla ekki að leggja mat á. Það eru orð það að ég hef reynt að loka mig af í einhverju aðskildu rými. Já. Mér langar líka til að ræða annað mál sem að kom hér upp og fór líka fyrir dómstóla. Það varðar ásakanir ykkar og ég leyfi mér að segja árásir á fyrirtækið Eldum rétt. Það sem að dómstólar kváðu mjög hart á það hver niðurstaðan skildi verið í máli. Málunum var vísað frá, þið voru dæmd til þess að greiða málskostnað. Yfirlýsing dómstóla var svo að það væri ekkert hæft í þeim ásökunum sem þið héldu fram. Þetta mál, framgangan gegn þessu fyrirtæki sem að varð fyrir mjög þungu höggi af völdum ykkar framgöngu, í bland við þessar stöðu og þessar frásagnir og þessar dóma sem að við höfum inn á skrifstofu Eflingar, gefur til kynna að þið, á maður að leyfa að segja, svífist einskis í samskiptu við fólk sem ykkur ósammála? Þú getur auðvitað orðað það nákvæmlega eins og þú vilt. Dómstólar gera það? Að ég svífist einskis, ég veit ekki hvort að dómstólar myndi orða það þannig. Þetta eru niðurstöður dómstóla? Það stórfurðulegt að blanda þessu þarna tvennu saman en fyrst þú gerir það þá verður auðvitað svo að vera. Málshöfðunin vegna Eldum rétt, hún var vegna þess að Eldum rétt var að nýta starfsfólk sem að starfsmannaleiga var að koma áfram til þeirra, starfsfólk sem bjóði algjörlega óboðlegar aðstæður, starfsfólk sem var verið að lítilsvirða, misvirða og svo framvegis og við vorum að reyna með mjög góðum lögmönnum, mjög færum og virtum lögmönnum á þessu landi að fá úr því skorið hvort að keðjuábyrgðin gæti átt þarna við. En dómstólar sögðu að þetta ætti ekki við. Það er bara mjög leitt. Það var bara mjög leiðinleg og slæm niðurstaða. En það er það svo. Þannig að þegar dómstólar dæma ykkur í vil, þegar það kemur að samskiptum við Alþýðusambandið og samningsumboðið, þá hafa dómstólar rétt fyrir sér og þá ber að taka mark á því. En þegar dómstólar dæma ykkur í óvild þar sem fólk hefur verið rekið eða ráðist yfir á fyrirtæki, þá er þetta allt bara eintómt bull og vitleysa. Ég fer í einu og öllu eftir niðurstöðum dómstóla hvers sem hún er. Ég get verið ósammálega sammála niðurstöðunni en ég fylgi henni samt. En vegna þess að þú kemur með þetta... Lærir af henni? Ég læri það sem ég til mig þurfa að læra, bara eins og allt fullorðið sjálfstætt sæmilega greint fólk gerir. Svo að ég fái hér aðeins að bregðast við vegna þess að þú ákveður að tala þetta gamla mál sem að var þetta bara réttmætt að við værum að reyna að sjá hver niðurstaðan yrði í. Það er ekki réttmætt að ráðast gegn fyrirtæki og valda fyrirtæki. Fyrirtæki var fyrir gríðarlegu tjóni. Sem var að hagnýta sér fólk sem hafði komið hér til landsins sem nokkurs konar þrælar Dómstólar eru ósammála þessari niðurstöðu. Og við vorum að reyna að fá úr því skori hvort að keðjuábyrgðin virkaði þarna. Dómstólar eru ósammála þessari niðurstöðu. Starfsmannaleigan sem þarna ræðir hafði komið fyrir í hræðilegum kveiksþætti og það er auðvitað að mínu viti algjörlega frálegt að það fyrirtæki sem hafði séð þann þátt sem að vissi nákvæmlega í viðskiptum við hvern einstaklinga fyrirtæki var að það skulle samt hafa vilja gera það. Þarna hefði niðurstaðan átt að vera önnur, keðjuábyrgðin hefði sannarlega átt að virka. Það er leitt að svo fór ekki. Ég ætla hér að fá vegna þess að ég er formaður í 28.000 manna stéttarfélagi þar sem að 50% félagsmanna eru aðflutt fólk. Þar sem að risastór hópur okkar fólks býr við algjörlega óviðunandi aðstæður. Fólk sem kemur hingað til lands gengur oft í einhvers konar gildru.
Það kemur hér vegna þess að það er búið að selja því að hér séu laun mjög há og þau eru það sannarlega í samanburði við þeirra heimalönd. En þegar það kemur hingað þá þarf það að takast á við húsnæðismarkað sem étur alltaf 70% af þeirra ráðstöfunartekjum upp. Það þarf að búa við ýmis brot og illa meðferð sem að staðfest hefur verið í hinum og þessum könnunum. Það er hlutverk okkar í Eflingu að berjast fyrir þetta fólk og það er hlutverk okkar Eitt eru kannanir sem þú vísar í þegar þið farið með mál fyrir dómstóla og niðurstaða dómstóla er svo að þær aðdráttanir eða þær yfirlýsingar sem þið hafið upp fyrirtækin standast ekki, þá er það væntanlega það sem við þurfum að byggja á. Viltu semst ekki að við notum dómstóla til þess að reyna að fá úr því skorið hver réttur fólks er? Jú, en það er alveg rétt. Það er auðvitað bara öll verkalýðshreyfingin og ekki bara öll verkalýðshreyfingin, heldur bara allir í þessu landi. Má valda fyrirtækjum. Má valda fyrirtækjum. Þar sem að þetta er svo má valda fara til þess að fá úr því skorið hvað niðurstaðan sé. Má valda fyrirtækjum og einstaklingum tjóni, hvort sem það eru starfsmenn þínir eða fyrirtæki sem að hafa starfsfólk innan Eflingar innan sinna vébanda, tjóni, jafnvel þó að í ljós komi að það er ásakanir sem að þið hafið uppi eða það er starfsaðferðir sem þið hafið til að reka fólk úr byggingunum hjá okkur, að það standist ekki skoðun. Þetta er bara stórfurðulegur flutningur Ég er að vísa í dómstóla. Eins og ég var að reyna að útskýra hérna fyrir, þá er ég formaður þess félag sem ég er formaður í. Það breytir ekki því að þarna eru dómar, að leita allra leiða til þess að reyna að fá úr því skorið. Hvort að hér geti einmitt atvinnurekendur einfaldlega farið sínu fram, sérstaklega í samskiptum við aðflutt vinnuafl og það er það sem okkar vinna snýst og það að við leitum á náðir dómstóla til þess að fá úr því skorið hvort að hægt sé til dæmis að virka keðjuábyrgð í máli eins og þessu. Það er einfaldlega okkar réttur. Það kom niðurstaða, ég er ósammála henni en stendur. Þú leitar ekki bara til dómstóla, þú ræðst gegn fyrirtækjum, þú ræðst gegn starfsmönnum og fólki, veldur því skada þannig að það hlýtur veikinda. Ég er bara ósammála þessu öllu leyti. Dómstólar komast að þeirri niðurstöðu. Enda nýtt ég traust, ekki bara stjórnareflingar, heldur trúnaðarráðs, samninganefndar og er tvíkjörinn formaður í þessu félagi. Ef að fyrirtæki, Sólveig, leyfðu mér að komast að. Leyfðu mér að komast að, Sólveig. Það er aðferðir sem ég hef notað og skilað miklum árangri fyrir Eflingar fólk og munu halda áfram að gera það. Ef að fyrirtækjastjórnendur mega ekki ganga fram eins og þeim sýnist, gildir þá öðru verkalýðsforingja eins og þig? Ég geng ekkert fram eins og mér sýnist. Ég skoða bara stöðuna eins og hún er fyrir sinni. Dómstólar komast að þeirri niðurstöðu. Já, ég bara lýsa hvernig ég hugsa og hvernig ég vinn. Ég bara skoða stöðuna hverju sinni. Ég tek ákvörðun það hvað ég ætla að gera. Svo fer ég þá leið. Sú niðurstaða sem að næst er þá sú niðurstaða sem stendur. Ég er ekki sammála niðurstöðu dómstóla í fjölmörgum málum en ég er ekki svo eina sem að hef farið fyrir dómstóla með mál eða hef verið dregin fyrir dómstóla og er ósammála niðurstöðu. Það er ekki einstakt í eðli mínu að vera það. Svo við vindum okkur aftur að því sem er að gerast núna. Ertu bjartsýn á að við munum sjá niðurstöðu í þessum málum, eigum að segja á fyrsta misseri nýs árs og ég spyr vegna þess að það er hennilega mjög mikilvægt fyrir hagkerfið að fá einhverja róa vinnumarkaðin sem allra fyrst. Ég bara vona þá, það hefði þetta verið ánægulegt ef við hefðum getað nýtt þennan tíma í að ræða þau svo aðkallandi mál, við hefðum getað rætt þetta miklu lengur. Ég trúi því að innan skams náist niðurstaða í því hvort að félögin innan Alþjóðasambandsins ætli að fara sameinuð fram. Það er minn vilji. Ég hef komið honum skýrt áleiðis. Ég er tilbúin til þess að gera það sem þarf til þess að það geti orðið og ég trúi því að ef það verður niðurstaðan þá getum við hér hratt og örugglega náð góðum, farsælum langtíma samningum sem gera það að verkum að kjarabætur koma til launafólk sem þarf sannarlega mest á þeim að halda, að framfarir og endurbætur verða í húsnæðismálum og tilfærslukerfunum og að Seðlabankinn getur, sögum þess að við ætlum að gera góða kjarasamninga, farið að lækka vexti sem eru þetta í hag okkar allra. Við fylgjumst spennt með þessu. Ég þakka kærlega fyrir komuna Sólveig Anna Jónsdóttir og við munum örugglega kalla þig hér aftur í settið þegar að þessi mynd fer að skýrast á nýju ári. En þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Það er hressandi að fara inn í helgina eftir svona gott og skemmtilegt spjall. Við sjáumst hér að vikuliðinni með ekki síður spennandi viðmælendur. Verið sæl.